En við ætlum að setja ykkur í samband við Rangárþing Ytra og þar Ómar Diðriksson. Heill og sæll félagi. Sæll og blessaður í þessu sólskins yndislega sumarveðri. Viltu ekki hafa þetta aðeins lengra? Jú, elsku fallegi drengurinn minn. Það er komið sumar og skólinn að byrja á mánudaginn. Já, nákvæmlega. Þetta passar ágætlega. Skólinn að byrja og þá kemur sumarið. Já. Þetta er alveg eins og ég sagði hérna fyrr í sumar. Já. Þegar það var lítið sem ekkert sumar. Já. Að september á eftir að verða afskaplega góður hjá okkur. Já, ég hef það. Ég er bara trúið því. Lok ágúst og september. Ég stend við þetta. Já. Þú ert sannsport. Hvernig verður rigning í Reykjavík á morgun okkur? Nei. Það verður létt skýjað og 12 stigi hiti og 3 metrar á sekundu. Frábært, sko. Já, ég er alveg með þetta á hreinu. Frábært. En lífið er yndislegt og veður er búið að vera frábært og verður yndislegt í dag og alla helgina. Já. Og þá er bara ekkert annað hægt en að brosa og hafa gaman að lífinu. Nei, það er nefnilega stóri dagurinn okkar Sveitason á morgun, sko. Það er alltaf... Já. Menninganótt. Það er menninganóttin á morgun og þið verðið þarna Sveitasýnir að spila hvar? Herðu, við verðum á Lækjabrekku. Lækjabrekku klukkan 2. Og svo aftur klukkan 4. Þetta er í portinu þannig við það sem milli bókabúðan og Lækjabrekku. Já. Og svo verðum við á Tapaspannu klukkan 8. Já, svo svakalig keislaðir á okkur. Klukkan 2 og klukkan 4. Þetta er ekki búið, sko. Svo verðum við hérna í Bergson og Blöndal spilum þar beinni útsendingu á 11-leitið frá Humarhúsinu. Þannig að það er 4 gig á morgun, sko. Já. Það er eins gott og þeir í dag, Ómar. Þetta er bara eins og stóru böndin, sko. Já. Þetta er bara jóladagurinn hjá okkur, sko. Það er stóri flotti dagurinn. Þetta er frábært. Já, þetta er ótrúlega gaman. Þetta er svo skemmtilegt að vera þannig líka í bænum. Já. Ég tala ekki þegar að veðrið verður gott og þá má búast við ansi miklum fjölda. Já, ég hugsa það. Ég hlakka til líka að vera hana í Humarhúsinu. Það verður örugglega skemmtilegt líka. En það verður bara stutt. Það er bara svona rétt smá. Svona smá tala eins og spila 1-2 lög. Já. Þetta er ágætis keisla og það er eins gott að spara röddin, Ómar. Já, ég ætla bara að hafa það gott í dag, sko. Já. Og hlakka til morgundagsins og reyna að vera í góða formi. Algjörlega, nákvæmlega. Hvernig... Bara góða mat og eitthvað í dag. Auðvitað, á ekki bara grilla? Jú, eitthvað svona. Alltaf eitthvað steik. Grilla hrossakjöt? Já, það er reynda mjög gott, ef það er svo lengi sem það er lamb. Já. Nei. Lamb? Bólast. Þetta verð ég að klippa á Sveitanetti. Það er einskot að Siggi var ekki með þig núna. Hann hefði tekið þetta strax. Grilla hrossakjöt, já. Ég meinti náttúrulega fólast. Á meðan það er lamb, þá var það fínt. Þetta er skemmtilegt. Herðu, segðu mér, Ómar, hvernig heppnuðust töðugjöld? Töðugjöld heppnuðust bara mjög vel. Já. Í lagi allan stæði, já. Það gerði það. Föstudagskvöldið var rosalega skemmtilegt. Og reyndar það voru tónleikar í kirkjunni líka á 50-dagskvöldinu, það byrjaði á því, sko. Já. Það sem að kirkjukorin var og Sveitasynir og Þórarinn Eldjárn. Og síðan var þetta föstudagskvöld sem er alveg gríðarlega skemmtilegt, þannig að það sem að fólk er að labba á milli og það var til dæmis grillað heilt svín í einu garði, sko, sem var ótrúlega var það gott. Á meðan það var lamb, þá var það fínt. Á meðan það var lamb, þá var það gott að grillið, sko. Með svínið er lamb. Já, nákvæmlega. Þetta fyrir að nota þennan aftur. Algjörlega. Þetta svín virkar á grillið svo lengi sem það er lamb. Já, nákvæmlega. En þetta er föstudagskvöldið, það er svona ákveðin stemning í þessu, þar sem að fólk fyrir alltið og... Já, það er mikil stemning og það er eitthvað svona sem ég heyri líka á fólki sem því líkar við, sko. Það er svona... Þú ert að hitta marga og svona. Já, margir sem tóku þátt og... Já, það voru, í þessu tilfellu voru 4 staðir sem voru opnir, sko, en af þessum 4 stöðu var 1 stað sem voru, sko, 4-5 hús, sko, saman, skilu, í stóru tjaldi. 8 hús fyrir ekki voru saman í því, sko. Þannig að þau tóku sér saman og voru bara í svona stóru tjaldi við enda göttunar og þar hittist fólk og kjaftaði og þau voru með sushi og eitthvað svona gott. Já, allur bakkinn. Allur bakkinn, sko. Þetta var mjög skemmtilegt. Fékkstu þér sushi? Nei. Ég veist bara, svo lengi sem það er steikt lamb, þá er þetta í lagi. Algjörlega. En síðan var náttúrulega á laugardaginn og þá var hérna brekkusöngur eða ekki?
Herjú, það voru Víkingarnir komið hérna, Rimmugiður Hafnfiskur Víkingarnir og það var mjög skemmtilegt. Þetta mikið svip á þetta allt saman. Vorum með svona bardaga og læti. Felix Bergsson var hérna með barnaskemmtun og náttúrulega, þú veist, hæfileikakeppni og eitthvað svona og zumba og hoppkastalar og þetta bara típiska, skilur við? Já. Jú, síðan var kvöldvaka og brekkarsögur og flott flugveldasýning. Já, við töluðum það, Ómar, í síðasta spjalli að þeir væru þarna úr björgunarsveitinni nýkomnir frá Kína með einhver ægilega bombur. Já. Og var það staðfest? Herru, ég verða viðkynna, ég tók svo lítið eftir flugveldasýningunni. Ég var að spila hana reynda bara eitt áður og síðan hætti ég leið og hún byrjaði. Hún hefur þá ekki verið stór? Jú, ég var bara svo upptekinn, sko. Ég var að segja það skemmtilega svo. Já. Þannig að það var í sumar sem að mér var boðin í innflutningspartí í Hveragerði. Já. Það átti að vera 16. ágúst miðnætti. Og það var núna laugardaginn. Já. Lómstæltur dag. Já. Og ég var svona hálfpartinn hættur að fara, en það var svona þrýstingur að maður myndi mæta hér og þar. Jú. Í þetta garðpartí. Þannig að ég bara stilaði brekkusöngin og flýtti mér út í bíl og keyrði af stað í Hveragerði. Já, ok. Og þegar ég kom þangað í Hveragerði, að þá var þetta ekki garðpartí, heldur var þetta brúðkaup, kortir yfir 12. Já, þú lendir í því. Það var æðislegt. Þetta var, ég frétta þessu brúðkaupi. Þetta var bara svona surprise, koma óvart. Já, það var allan að bjóða fólki og ég fór að spila þetta lög og fór svo heim um drjúleitið. Jaha. Þannig að þú sást enga flugveldasýningu? Ég sá, auðvitað, heyrði ég í henni, en ég var svo upptekinn að drífa mig á stað, sko, að ég naut þess ekki, ef ég geti sagt það þannig. Já. En ég veit að hún var mjög flott. Já, þú hefur heyrt af þessu brúðkaupi. Þetta var mjög sérstakt. Ég frétti af þessu og það voru margir sem voru bara, það var boðið í partí og svo allt í hennu bara upp á miðnætti var bara gifting. Já, sko, þegar við komum hérna, fjölskylda mín og Felix Bergsson, hann var með mér. Og svo fórum við, þegar við komum að húsinu, þá kom bara svona putti fyrir munnun, þá var bara brúðkaup komið í gang, sko. Já. Og þetta var alveg ótrúlega svona ævintýralegt allt, sko. Já, heldur betur. Ég var bara með stelpum, en úlingsstelpum með það, þetta var svona eins og, þetta var eins og maður væri ekki hana, það var að horfa á bíómynd eitthvað. Þetta var óbúslega svona skemmtilegt. Þetta kom virkilega mikið óvart hjá mörgum. Já, þetta eitthvað svona sem lifir náttúrulega bara í minningun, þetta svona það festist öruglega, sko. En hvað eitthvað framöndan í Rangárþinginu, Ómar? Í Rangárþinginu hjá ykkur? Já, það náttúrulega skólinn að byrja og alltaf að fara á full, sko. Það náttúrulega næstu helgi er kjötsúpuhelgin hjá þeim hérna fyrir austan okkur. Já. Og það alltaf einhverju héðan á það, sko. Það verður greinilega mjög skemmtilegt. Já, nákvæmlega. Og síðan þetta náttúrulega bara að fara í gang með rútínuna eftir sumarið. Já, nú þessi rútín að byrja og fyrir að koma svona smá ró á mannskapinn. Já, þetta alveg ótrúlega maður að finna það. Það bara svona, byrjar svona eins og setjast aftur, sko. Já. Nákvæmlega. Það er skólasetning hjá okkur núna á mánudaginn. Já, það er á mánudaginn, Já, það er á mánudaginn. Já. Þetta flott, Ómar Dieriksson, ég segi bara góða helgi og gangi ykkur vel á morgun á þessum giggum sem þeir eru að taka. Já, þakkaði fyrir það kjærlega. Og farið varlega og gangið hægt gleðina dyr. Sömuleiðis, gerð það. Takk fyrir, bless. Já, takk, bæ. Ilmandi humarkvöld alla virka daga á Rauða húsinu Eyrarbakka. Láttu það